10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona á samband að vera. Ármann Viktor Evarsson, manni velkomin. Þakka fyrir. Manni, það alvöru slagur á morgun. K.A. kemur heimsókn og Þórsvöll. Hvernig komið spenning fyrir menn? Já, það alltaf stemning fyrir þessa leiki og í raun og veru bara eitt sem kemur til greina okkur og það að sigra þennan leika því við drullum upp á baka á Akureyarvelli og þá þurfum við að klára dæmi hérna. En manni, einn á Akureyarvelli, þú lagði nú línuna þar setti fyrsta markið. Já, en það var ekki nóg. Við spilum ekki nægilega vel sem lið í seinni hálfleik. Þó svo að við höfum kannski verið betri aðilinn svona með bolta meira og þannig laga en þá var mörk sem telja þar. Manni, þú ert búinn að vera sjóðandi heitur í síðustu leikjum, komið 4 mörk og nokkuð ástæða til að vera hætta núna? Verður ekki bara að ræða einn á morgun? Þetta hefur gengið vel núna í síðustu leikjum og svona fundi netmörskana en maður vonar bara að halda áfram og fá að tækja þetta til þess. Manni, fyrir svona leiki eins og gegn K.A. undirbýrðu eitthvað sérstaklega? Þetta bara eins og hver annar leikur? Já, ég nú orðinn það gamall í þessu að þetta bara eins og hver annar leikur og ef þú kemur ekki með hausinn í hvern leik þá fylgja límyndin ekkert með, sko. Þannig að þetta bara í raun ekkert annað en hefðbundi leikur og sigur einu sem kemur til greina? Já, bara eins og í hverjum einasta leik hjá okkur og það er búið að ganga vel undanfarið, kannski fullt tæpi sigrar margir hverjir en við vonum að það komi sigur á morgun allavega, hvort sem það verður tæpur eða ekki, það er sigur sem skiptir máli. Manni, bara gangið vel á morgun. Þakka þér fyrir það. Velkomin Sigurður Marnóð Kristjánsson. Siggi, hvernig leggst leikurinn á morgun gegn K.A. í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Við töpum á móti þeim fyrir sumar 3-2 og við ætlum að hefna fyrir það heldur betur. Það var vont? Já, mjög vont. Sérstaklega þetta voru bara mjög sárt, mjög klaufalegt og bara skelfilegt. Siggi, nú eitthvað hefur gengur ljómandi vel, búin að vinna 5 leiki í röð, ekki alveg full ást, ekki bara sjálfstraust í hæstum hæðum? Jú, ég meina 15 stig úr 5 leikjum að við ætlum bara að halda áfram að vinna og styrkja stöðun okkur toppnum og bara upp í efstu deild. Siggi, síðast þegar K.A. kom hingað í heimsókn á Þórsvöllin þá unnum við 3-0 og þar settið þú 1 mark. Þá ekki bara endurtaka leikinn á morgun? Jú, ég var ætlað með það að skora 1 eða 2 jafnvel. Kannski ekki sjáum til hvort það væri af löngu færi en ekki, en allavega ég lofa marki. Þú lofa marki og kannski að leggja upp líka eitthvað? Já, allavega mark. Ekki sæmileg stemming í hópnum? Hún mjög góð, svo ég segi 15 stig, 5 leikir, það bara sjálfstraust í botni og öllum og allir í góða skapi. Siggi, ég sé þá að heyra að þú ert klárið slaginn og gangi vel á morgun. Takk fyrir það. Freyr Trísson, velkomin. Hreinsi, það alvöru slagur á morgun. K.A. kemur heimsókn á Þórsvöll. Ertu klárið slaginn? Já, við erum allir klárir. Ekkert að vanbúnaði? Nei. Hreinsi, nú verður þú eini stjórnandinn í búrnu, Palli og Dóri settir í skammarkrokkin. Verður það nokkuð vandamál? Nei, ekkert vandamál. Hvernig stemmingin á hópnum? Ekki allir orðnir bara óþreyju fullir að fara að hefna fyrir ófærnar á Akureyarvelli fyrir sumar? Jú, ég meina þetta bara eins og hver annar leikur fyrir okkur núna eins og staðan í dag, þó það verður kannski sætari ef við náum að landa sigri þetta morgun, en toppsæti í boði og við ætlum að halda okkur þar. Ekki sjálfstrausti virkilega gott eða starfum? Konið 5 sigurleikir í röð? Jú, það búið að vera það allt sumar og við höfum verið að vinna okkur út úr Evrópukeppni og miklu álagi og á morgun höfum við úr öllum að velja þannig að þetta var tilhlökkun. Og Mjölnismenn ég sá og hitti þá hér fyrir í dag, þeir að gera aldeilis klárt fyrir leikinn þannig að þeir verða fjölmenni í stúkunni þannig að þetta verður bara gaman. Já, það gaman að fara að sjá sem flesta Mjölnismenn aftur. Það vantar að mínum að til síðustu 2-3 heimaleikjum. Það hefur ekki verið sami fjöldi og hefur verið en þeir eru gríðarlega mikilvægur okkur og ég vona svo sannarlega að þeir láta ekki sitt eftir leikja og mæti fjölmenni á morgun. Og þetta auðvitað bara verður sannkallaðar hátíðisdagur og vonandi bara áhorfendur fjölmenni og tróðfyllir stúkuna og stallana. Já, ég meina
gerast ekki stærri leikir heldur en þetta á Akureyri, þannig að við vonum bara eftir góðri mætingu og góðum leik og góðum úrslitum fyrir okkur. Rissi, gangið vel á morgun. Takk fyrir það.